Góðan daginn og velkomin í 14. þáttinn minn hérna. Ég heiti Helga og handavinnuóð, eins og svo oft hefur komið fram áður. Byrjaði að bjóða alla nýja og gamla velkomna. Það tikkar alltaf einhver nýr inn í hópinn sem bara mjög skemmtilegt. Mig helst að finna á Instagram. Ég svona freka virk þar, Helga A71 notendanafnið mitt þar og ég set líka þessar upplýsingar hérna á skjáinn og svo ég Helga AR á Ravelli og svo ég með like-síðu á Facebook, verkefnatöskur Helgu. Það enda lítið að gerast þar eins og ég hérna á kannski eftir að rökkva í gírinn fljótlega og skelli í nokkrar svona vor- og sumarlegar töskur, handavinnutöskur. Í dag ætla ég að fara í kláruð verk og verk í vinnslu, hvað datt í pokann, samprjón og fékk eitthvað brjálæðiskast í gær og prenta át fullt af uppskriftum og það eitthvað svaka bylgja í gangi núna hjá podcasturum og handavinnu fólki almennt út í hennum stóra heimi að gera á Instagram, velja sér svona nýju hluti sem það langar til þess að gera á árinu í sambandi við handavinnuna sína og ég búin að velja mér gott betur en nýju og svo náttúrulega lætur maður alltaf glepjast af öllu nýja dótinu sem að poppar upp í sambandi við þetta allt saman. En ég ætla svona að fara lauslega yfir það sem að alveg að gera mig óþægi að fitja upp á þessa dagana. En ég að reyna að vera stillt. Þetta er 14. þáttur, það 3. dagur 16. janúar. Ég ákvað að seinka tökum 1 dag einfaldlega því að ég bara var upptekin í gær. Mánudagar eru svolítið busy dagar hjá mér þannig að það getur vel verið að ég færi þetta bara yfir á 3. dag. Og þannig að við sjáum bara, það skiptir ekki öllu. Ef þið eru í áskrift þá fáið þið hvort þið alltaf tilkynningu þegar að ég set nýtt efni inn á rásina og bara ef ykkur finnst gaman að þessu þá bara endilega smellið á gerast áskrifandi og þá fáið þið fréttir þegar ég set eitthvað nýtt inn. En þá bara best að vinda sér í verkin. Og fyrst það klárinn, ég ætti að snyrta endan, en ég var að taka þetta af ofnunum. Þetta uglupoki fyrir vinkonu dóttur minnar. Það eiga von á sér á svipuðum tíma og dóttur minni langaði að færa henni eitthvað svona. Hún svolítið öfunduð af þessari handavinnu móður sinni, þannig að það gaman að geta gert svona. Þetta líka bara svo þægileg gjöf. Þetta fljót gert, sérstaklega eftir ég uppgötvaði eftir að Gallerí Snotra fór að vera með Big Merino frá Drops. Þetta ég nota 5 mm prjóna í þetta. Þetta gefið upp einmitt fyrir 5 mm og þetta bara 100% ull, Superwash og þægilegt það má skella svo í 40 gráðu þvott með striki fyrir neðan, svona mildan þvott. Ég seti þetta venjulega bara á ullarprógrammið og þetta litur 09, þetta svona lavender litur voðalega fallegur, pínu sprengdur og það fara rétt í þennan poka nota ég rétt yfir 135 grömm, þannig að það 3 dokkur og ég nota bara einfalt bandi í það. Í uppskriftinni talað
það gat sem ég nota þar og það er þá nota tvöfalt en það er ekki svona gróft eins og þetta. Þannig að þetta hérna, fyrir mig er þetta svona dagstund að gera þetta. Þannig að þetta er sérst eitt af, ég talaði í síðustu viku að ég ætti 4 verkefni eftir sem ég væri að gera svona að beiðni annara og þetta er eitt af því. Og svo kláraði ég þarna eitt ljósmóðurteppi sem að ég sýndi ykkur í síðustu viku heklega það og síðan gerði ég, sem reyndar ekki beiðnin eins, ég bara gerði þetta teppi þegar von var á fyrsta barnabarninu, henni Hrafntinu og nú er hún eignast lítinn bróður og þá þarf hann náttúrulega líka að fá sitt teppi. Þannig að ég gerði hérna prinsa teppið, danska konunglega teppið sem gert er á konungsbörnin sem fæðast þar og þetta virkar voða flókið en þetta er í raun ekki flókið. Maður byrjar sérst á miðjunni þessum garðabrjónsferningi, byrjar með 3 lykkjum og eykur svo smám saman út upp í 60 og ferð þá að 60 lykkjur og þá ferð að taka saman aftur og fellir að þau búið með þessar, eða þau 3 eftir og síðan teknar upp lykkjur allan hringinn og síðan þessi blúnda gerð sem að lærist fljótt nema ég þurfti nú alltaf að kíkja þegar ég kom á hornin hvað ég ætti að gera þar en það var ekkert mál. Og svo þessi blúnda í kantinn gerð í lokin og í raunni alltaf prjóna saman hérna af aðalstykkinu þannig fellist það af og það er eitthvað sem að lærist endurtekningarna þar lærist fljótt og ég byrjaði á þessu á mánudagskvöldi í síðustu viku og kláraði þetta á sunnudaginn. Bara þegar ég byrjuð þá bara gat ég ekki lagt þetta frá mér. Og ég held að það veri sko teppið hennar Hrafntinu gerði ég úr Baby Dale sem er bara fínasta gatn og allt það. En í þetta notaði ég Baby Merino frá Drop sko. Það er bara bæði svo rosalega æðislegt að vinna með það og svo bara verður efnið úr því, mér finnst það bara persónulega fallegra heldur en úr Baby Dale-inu. Þetta er meira svona djúsi, blúndan haldar sér betur og hvað notaði ég mikið? Þetta voru tæplega 7 dokkur sem ég notaði í þetta teppi af Baby Merino og uppskriftina fékk ég bara inn á síðu Prjónujónu á sínum tíma þar sem hún var með svona samprjón fyrir nokkrum árum í þessu og þetta er annars frí uppskrift á netinu en þar er hún sko þýdd sérst á íslensku og var gerð þar í nokkrum hlutum þannig að þetta eru svona nokkur blöð sem að fylgja því en já, ásækja fyrir hérna úr. Þetta er sérst bara Drops Baby Merino hvíti liturinn sem er bara númer 1 og þessu má skella í þvottavélina á 40 gráður undir með striki undir sérst á mildan þvott þannig að það er náttúrulega mjög gott þegar smábörnin eru annars vegar við vitum alveg hvað getur gerst. Svo er það kaffi og kósí peysa, það er kalt á Íslandi og það var nú aldrei gott að eiga nógu ullafötum og ég komst að því í gær að sem að við á reyni annað þá erum við að selja bílinn okkar og hann fór með hann upp á bílasölu í gær til þess að láta hann standa og þarf því að vera á rölti næstu daga og það var nú aldrei ljúft að geta farið í þunna ullasokka og hlýjapeysu og sjal og húfu og vettlinga og allt. Það er ekki, maður er ekki svikinn af því. En já, svo
En þetta er hvað er það, So Comfort Fade cardigan. Þetta er Andrea Maury, þessi sem maður gerir alltaf dag. Comfort Fade, uppskriftirnar, bara rosa. Ég sýndi ykkur hana fyrir jól þegar ég kláraði hana, svona almennlega. Þannig að við erum ekkert að fara í það aftur núna. Nú svo er ég að gera hennar 3 svona ljósmæðrateppi fyrir vinkonu mína og af því að ég á svo erfitt með að gera saman hlutin 2 svar í handavinnu að þá er ég með aðeins annað í gangi í þessu teppi heldur en fyrsta teppinu. Ég með það hérna ekkert sýnt sko. Fyrsta lagi þá er ég nota í kláraða teppi og er ég með heklunál sem var 3,5 mm. Í þessu sem ég er að vinna í núna er ég með 4 mm. Og hérna er ég bara með 1 stuðlabekka áður en ég byrja á munstrinu. Hérna er ég með 2, þannig að hver munstur eining verður 2 umferðum stærri. Og hérna gerði ég sem sagt 10 umferðir hérna á breiddina og 10 munstur á breiddina og 16 á lengdina. En í þessu verður það nú eitthvað minna, sko. Það er 9 á breiddina og svo bara miða ég við eiginlega bara þyngdina á gatninu, hvað lengdin verður margar endurtekningar. Ég er að nota svona upp undir 6 dokkur af Baby Merino í þetta. Þennan ljós gráasta. Alltaf stað hérna. Númer 22 og það verða öll teppin eins og litin og svo í 3. teppinu þá ég ætla að sjá til hvort ég ger eitthvað breytingar þar af því að bara það að fara upp í 4 mm þá hérna gengur þetta mikið hraðar af því ég verð minna þreytt í höndunum af þeirri heklunálastærð heldur en þessari 3,5 mm því ég hekla svolítið fast en ég virðist slaka aðeins meira á í þessu, þannig að hérna sennilega af því að ég fæ ekki eins mikið í puttana með þá stærð, það munar ótrúlega þetta og ég var að mynda að horfa á podcast á dögunum þar sem að var verið að tala um þetta, hvað hérna getur munað bara sko að fara úr 2,25 mm sem er mikið notað í sokkaprjón og bara upp í 2,5 og 2,75 mm. Það bara getur skipt sköpum fyrir fólk. Og þess vegna finnst mér rosalega gott að vera með nokkuð verkefni í gangi á mismunandi með prjónum sem eru með mismunandi sverleikum. Nú, ég er aðalega búin að vera bara að hamast í að klára þetta prjón sem að er verið að óska eftir. En ég hef búin að grípa pínu í þetta. Ég hef búin að sýna ykkur þetta nokkru sinnum þegar farið örugglega að fá hundleiða. Kannski sýni ég ykkur það ekkert bara aftur fyrir það er tilbúið. Og ég er að byrja að detta inn í bleika litin. Þetta er svolítið hérna. Þannig að það fyrir að styttast í að þetta verkefni klárist. Og þetta er prjóna á 4 mm. Prjóna og ég setti einmitt upplýsingarnar uppskriftina í hérna síðasta þátt. Upplýsingarnar hvað þetta heitir, þessi uppskrift og svoleiðis og hvað hann er að finna. Þannig að ég er ekkert eldast við það aftur. Og hérna með Call the Midwife, það er eins og ég sagði daginn, það er hópur fyrir þetta inn á Facebook sem heitir að maður minni bara ljósmæðrateppið og þar getur maður bara sótt aðgang og undir skrám þar eða files þá eru bæði uppskriftirnar og linkar inn á YouTube kennslumyndbönd þar og það er til svona nokkrar útfærslur af þessu og hérna og kantónum og öllu þessu þannig að það er bara mjög gaman að leika sér með þetta og þetta er í rauninni sko það er ef maður fer inn á vídeóin þá eru þannig nokkur sem eru bara virkilega byrjenda væn. Þannig að þetta gæti alveg verið hérna gott fyrir eitthvað sem er svona nýbyrjar í heklinu og kann eitthvað meira en að gera bara loftleikjur. En annars er það í
í flestum, já, einhverjum af þessu vídeóum sem ég sé bara mjög vel útskýrt. Þó þetta séu erlendu máli, þá er það að horfa, það er oft nóg. Nú, ég er eitthvað pínu búin að vinna í mínum stóru teppunum mínum en ekki nóg til þess að vera að koma með það hérna inn og sýna ykkur meira á því þegar að eitthvað meira er búið að gerast þar. Svo í síðustu viku náttúrulega datt ekki neitt í pokann þannig en ég var svo sem búin að var svona, já, farin að huga að innkaupum og á mánudaginn síðasta þá byrjaði útsala í Gallerísnotru og ég rauk þangað þegar ég var búin að koma þessu vídeobloggi í loftið og fór að kíkja og í vetur þá tók hún Lína inn sem á Gallerísnotru, tók hún inn hérna Rauma baby panda garn til þess að geta fengið hérna blöðin frá þeim til að selja þau og þetta er rosalega fallegt garn, 100% hrein ný ull og er súpervast þannig að það má þvo þetta í vél sem er alltaf voða praktist þegar barnaflíkur er að ræða en þá á 50% afslætti og mér langar svo að gera mér aðra svona mynsturpeysu eins og ég gerði úr Austumann Stepp sem ég gerði í vetur og þið hafa séð sem er miklu mynsturbekk hérna ofan úr peysubókinni og mér langar í einhverja aðra svoleiðis peysu og já, og það var 50% afsláttur þannig að ég keypti bara nóg í svoleiðis verkefni með 3 svona aukalitum þannig að þessi grái sem er númer 74 verður svo ljósgrár bara, verður aðliturinn og síðan eru 3 svona læmgulur og svona mosagrænn og babybleikur sem ég ætla að nota einhvern veginn í mynstrið. Þessi bleiki er númer 61. Það er eftir að sína litina, það er hrikalegt myrkur úti sko þó að þessi komið snjór og svona. Og þessi læmguli er 65 og þessi græni er 66 og það fékk ég mér á útsölunni af því maður á aldrei nóg garn eða hvað þetta er þú veist það er margt verra en að vera garnfíkill segir hún og fer svo að sýna ykkur næsta góss en þannig var ég náttúrulega er sjálf að leita garn og það er selt niður í Gallerísnotru en mér finnst líka alveg og þú veist þannig að ég get alveg leita allt mitt garn og svona en mér finnst alveg æðislegt að kaupa svona handlitagarn og ég tala ekki af íslenskum handliturum og í fyrra vann ég annars vegar dokku af garni frá henni Jan from the Shire, henni Ingu Rós á Egilsstöðum og keypti mig líka eina dokku og hún var sérst fyrsti litarinn sem ég vissi þá og síðan náttúrulega eru fleiri að dúkka upp og ég er búin að slefa svolítið lengi yfir Vatnsnesgarninu og ákvað svo að slá til núna. Ég var að passa litlu snúluna mína á miðvikudaginn í síðustu viku á Hrafntinu og var mikið veikindabrast þar og mamman þurfti að fara í skóla þannig að amma fór bara og passaði og svo voru við eitthvað að orkja okkur hérna og fórum inn að vafra inn á netinu og svo vorum við bara búin að kaupa okkur 4 hespur áður við vissum af en og Kristín var snögg að skella þessu í póst og þetta var komið í gær. Fékk mér þessast 4 hespur og þetta er 100% merino garnið hennar.
þetta er sem sagt walnut liturinn hennar og þennan er ég að spá ég að hafa sem grunnlit í Quality Street sjálinu. Segja ykkur meira svo frá því og eftir hvað ég ætla að velja með í það. Átti þetta ekki annars að vera afganga sjálf hjá mér. Ég held að það hafi eitthvað breyst. Nú og svo er hérna kampavín og jarðarber sem er líka bara svona heillitur með, en samt sko ekki alveg, þú veist þetta er þannig gert að hann drekkur ekki alveg, hann verður ekki alveg jafn liturinn. Það er ekki alveg svona, og það er það sem er svo skemmtilegt við þetta handlita, þessi sprengda áferð sem verður á litnum. Og hann verður á einhver tíman. Þetta er ekki hérna, já, góð kaup, þetta verður á einhver tíman. Og síðan er Skinny Love og hann er líka svona bleikur, hann er samt öðruvísi bleikur, það er meira svona úti í aprikósu og hann er með grænum skellum og rauðum og bara rosa flottur. Og svo höfum hátt liturinn sem er algjört æði, sem er grænn og með svona út í törkis og svörtum speklum og órans, appelsínugul og rauðu og mér finnst þeir alveg rosa flott par, þessi tveir. Þannig að þetta verður að einhverju fínu sjali líka. Þannig að, svo að ég geti, og ég, sko, þú veist, já, þjónustan hún bara sendi þetta strax og hefur þá væntanlega átt þetta til. Hún gefur sér alveg, sko, ef hún á ekki litin til, þá gefur hún sér náttúrulega nokkra daga í að lita garnið og þurrka og pakka og senda frá sér. Þannig að ég átti ekkert endilega vona á þessu strax, en þetta var bara voða gaman að fara á pósthúsi í gær og sækja þetta. Og kann ég henni bestu þakkir og þetta er sem sagt vatnesjarn.is bara og hérna flott síða hjá henni, upplýsingar hérna aftan á miðanum með þvottaleiðbeiningum og hvað þetta heitir og magnið á og svona. Nú, svo er annar litari, hún hérna hjá Dr. Dyeworks og hún hefur ekki verið að selja garnið sitt á netinu, ekki svona eins og Vatnsnes garnið, en hefur verið að selja í Kvillbúðinni á Akureyri og er svo að fara með þetta í handverkskunst líka í Reykjavík. En verandi bíllaus og ekkert mikið fyrir það að vera eitthvað skjótast söður, nema með nokkrum erindum í farteskinu, að þá hringdi ég bara í gærmorgun í Kvillbúðinni á Akureyri og þar svaraði mér einhver indalis afgreiðslukona og ég var að spyrja hana þess að hún er með svona pakningar með 3 20 gramma hespum í og mér langaði svo í Quality Street með þessum hérna, þetta var grunnliturinn hjá mér og við fórum bara inn á ljósmyndirnar sem þær áttu til og hún sagði mér bara hvað væri eftir af þessu og ég valdi út frá því. Þannig að ég vona á 9 svona litlum hespum, vonandi bara næstu dögum og eitthvað af þeim ætla ég að nota sem aukaliti þarna í Quality Street og ef það er eitthvað sem ég á hérna fyrir aftan mig sem mér finnst henta betur í það, þá bara auðvitað nota ég það. En mér finnst þetta æðislegt og það er svo gaman að geta keypt svona litla hespur af því að einmitt í sjálfprjón þá maður oft bara að nota pínlítið og af einhverjum ákveðnum lit og þú veist allir þessir kassar, mandarínu kassarnir, þeir eru bara fullir af afgangum bæði af svona fingurgarni og upp í gróft. Það fer yfirleitt ekki aftur í
í hilluna hérna fyrir neðan nema að sé það lítið tekið af hespunni að það geymist betur þar en annars fer þetta þarna og það sem ég hérna veit að er of lítið til þess að nota í eitthvað verkefni að þá fer það náttúrulega í hérna teppin mín og þannig ég reyna að nýta það þar en svo oft er þetta það mikið að maður gæti alveg nýta í eitthvað annað þannig að þess vegna finnst mér æðislegt að geta keypt svona 20 gramma við talum ekki af hérna, íslensku liturónum þannig að þá er ég búin þá er ég komin með 3 litara íslenska undir ermi hjá mér og ef ég man rétt þá á ég eftir einn annan til. Ég man bara ekki í augnablikinu hver það er en það kemur. Ég áttur að finna og panta það örugglega. Þannig að ég hlakka til að gera hérna úr þessu gatni frá henni Kristínu hjá Vatnsnes og mæli svo innilega með þjónustuna á báðum stöðum sko. Af því þetta er ekkert, ég veit það bara sjálf þegar maður er að taka pantanir niðri í gallerísnoturu og er að lýsa lit og áferð og svona, þetta er ekkert auðvelt og hérna maður reynir og maður veit alveg að fólk er að hérna, gera sitt besta í því og þannig að ég var bara, þú veist, þetta var bara svo ekkert mál hjá þessari indæli konu sem að var aðstofa mig þannig gegnum símann hjá Kvillbúðinni, þannig að ég bara þakka hann kærlega fyrir og mæli með þeim og mun klárlega kíkja þarna inn næst þegar ég verð á ferðinni vonandi í sumar. Nú, þetta er það sem fór í pokan hjá mér og svo talaði ég með síðustu viku þessi samprjón, sjalið, þarna Quality Street sjalið sem á að fara að byrja núna mánaðamótin inn á Sölum Sjölum. Við minnum auðskristin kom í sölu bara strax 1. febrúar og svo hefst samprjónið 5. Þannig að maður hefur þarna þá nokkra daga til þess að raða litunum og svona ef maður er ekki, þú veist, oft finnst manni betra að vera með auðskristina í höndunum til þess að raða endanlega niður setteringuna á litunum. Og hérna, afsakið, þannig að já, ég býð spennt eftir því og hitt samprjón er hún Guðlaug sem er með þræði hérna á YouTube. Hún er búin að stofna svona rafverli hóp og hérna þar sem að við erum nokkrar komnar þar inn og bara hvet alla til þess að fara þarna inn og þarna er hægt að kynna sér pínlítið og síðan er eitt þráður setur hún inn svona þræði þættina og svo er samprjóns þráður svona jakkapeysu, kalapeysu þar sem á að yfirstíga kalahræðsluna. Og ég var búin að tala að ég ætla að gera kalapeysu eftir Hóhi Locatelli og hún er nú ekki gjaldgengi í þetta samprjón en ég ætla að nota það samt mér til hvatningar og ég er bara alveg að fara að alvarlega íhuga það að gera þessa samprjónspeysu. Hún er rosalega falleg og getur fengið nánar upplýsingar það hjá Guðlaugu inn á hópsíðunni og hún er með link þar beint inn á uppskriftina og hérna en ég á bara eftir að finna gat, það er sérst gefið upp svona tvítgatn í þetta úr svona sokkabandsgrófleika, svona frekar fíngjart en ekki prjóna og það fína prjóna og ég á eftir að skoða svolítið betur. Ég veit það er allavega ekki til svona fíngjart tvít hérna í gallerísnoturu þannig að ég þarf að annarkvort að skoða vefverslanirnar hérna heima eða fara út fyrir landsteinina með þetta og kíkja á hvað geti verið sniðugt í boði þar. Þannig ég er alvarlega íhuga, Jesus, að fara í það. Þannig að ég er búin að taka sérst til gatn í ég er með 3 peysur í vinnslu sem eru bara svona á slow-mo prógramminu. Það er prjónar og eina heklaða. Það er tilbúið í poka fyrir 4. peysuna sem á að vera þessi kalapeysa eftir Hóhi Locatelli. Svo ætla ég bara að fara yfir hérna
þú veist, það er eitthvað svaðalegt að hellast yfir mig. Hérna var ég búin að prenta út fyrir áramót peysur sem ég langar að gera líka. Caitlin Hunter er þar og í aðalhlutverki á svona Boyland Knitwork sem er hérna, Boyland er sú sem að gera hérna Sunset Highway og Swag uppskriftirnar. En við byrjum bara á Caitlin Hunter. Ég ætla ekki einu svona að reyna að bera nafnið fram á þessar peysu. En þetta er svona hálfgerð poncho peysa. Og hérna var gaman að gera úr svolítið grófu gafni, jafnvel bara hreinlega álafosslopanum eða þreföldum plötulopa eða eitthvað. Af því að ég á ennþá hérna lopa fjallið íslenska vel geymt. Svo er það hérna White Horse, líka eftir Caitlin Hunter sem ég langar að gera. Hugsalega úr hérna Cotton Merino eða eitthvað svo leys garni. Eða, já, eitthvað sem ég bara hugsanlega á. Og svo er það hérna Tegna, líka eftir Caitlin Hunter. Úr einhverju fallegu, þetta er allt svona úr, þessi gæti þá verið úr fínna garni heldur en hina tvær. Ég ætla að skoða það betur. Svo laumaðist hérna inn ein sem heitir Pavement eftir Vera Wolamoki sem er mjög vinsæl að gera. Bara svona plain hversdags þægilega með svona rúnum hérna kantið að neðan og líka að aftan og maður minnir hún sem pínu síðari að aftan. En hún er jafn síð þegar komin í það. Það er bara rassinn náttúrulega lyftir alltaf pínu upp svona hjá flestum. Og hérna mér langar að gera þess. Mér langar að gera það sko, en ég veit ekkert hvort ég gera það. Og síðan er það hérna eftir Virgil, eftir hana hérna sem gerir Sunset Highway og Swag. Þannig að, nei, jú. Caitlin Hunter, já, það er náttúrulega Boyland Knitworks, er Caitlin Hunter, hvað er að mér? Too early. Síðan er ég líka með hérna, þetta er allt sem ég prenta út í fyrra sem er komið hérna í plast. Vettlingar andlermittin sem ég er búin að ætla að gera ógeðslega lengi, eru úr grófu garni með svona pínu kala og ná sér eftir hérna Tin Can Knits. Og síðan ykkur einlega kaðlastöði, falleg húa hérna, First Snow með svona kölum og Fleecency hatt eftir hann að Veru. Ég hef með pröfuprjóna sjal eftir hann, svakalega stórt og fallet sjal sem að dóttir mín eignaðist. Já, eins og ég segi, þetta er það sem er langar. Og hérna var sokkapar sem að mig langaði að gera. En sokkaandinn yfirgaf mig í fyrra. Þannig að ég prenta, mig langaði að gera hana en bara, þú veist, andinn var ekki. Andinn er bara farin að láta bóla á sér í sokka á sjalaprjóni og það er eiginlega hérna, þegar maður er að hlusta á aðra podcastara þá mér langar að gera þetta, mér langar að gera þetta, allt sem maður sér og ég lét svona eins og fáiði þegar ég var að horfa á hana Guðlaug og Sundaginn, Guð, mér langar að gera þetta, ég þarf að fara að gera þetta, ég þarf að fara að fitja upp á sokkum og sjölum en í staðan fyrir að fara að fitja upp á þessu öllu, þá fór ég bara að prenta út allan heiminn, sko, sem er náttúrulega, venjulega er ég mjög hérna skynsöm þegar ég er að prenta út, uppskriftir prenta bara út það sem ég þarf, en í gær þá bara prentuðu út hérna alveg eins og ég veit ekki hvað. Hérna Rhinebeck is Calling eftir það konu sem er með podcast sem heitir The Crazy Sock Lady. Ég vann þetta í svona samprjóni og eins þessa hérna uppskrift. Hún langar að gera það. Hún heitir sérst Kay Litton, þessi sem er með hérna The Crazy Sock Lady podcast og hún er rosalega mikill sokkaprjónari
Og síðan hérna Nordic Stars eftir Emily hjá Arctic Knitting og það svona norskur hönnuður og þetta náttúrulega sést alveg hvað þetta rosalega skandinavist. Langar að gera svona úr okkur grófara garni en sokkaprjónsgarnin fína. Vann þetta líka í hérna eitthvað svona samprjóni eða eitthvað slíku. Síðan bara svona hitt og þetta sem ég hef verið að þetta flestar fríar uppskriftir og sem eru þóttafallegar að ég hef búin að sækja mér og hérna prenta út þessi hérna nafni á henni hérna uppi Morialta Waterfall Socks eftir Maríönnu ég ætla ekki, já, eftir hennar Maríönnu. Þetta var einn á Ravelry, fríuppskrift og ég greinilega sé það þegar ég að horfa á þessar uppskriftir hjá mér að mig langar ekki að gera greinilega svona bara plain sokka með engu munstri. Socks Latvian Blooms, hérna er líka svona tílitir sem ég langar að gera. Og þá myndi ég fara að ráðum eljar og fara upp prjónastar. Ég geri venjulega 2,25 úr fína garninu. Ég myndi fara upp í 2,5, jáfnvel 2,75 af því að munstrið í þessu mun alltaf taka svolítið í. Og maður vill ekki að þetta glennist svona út eins og maður myndi vilja með blúndusokka. Því við viljum ekki sjá garnið fyrir aftan. Svo er hérna eftir hana Kate Jones hjá The Bakery Bears podcastinu All is Calm og þetta er frí uppskrift fyrir okkur sem erum styrktaraðilar hjá þeim. Og við fáum núna þessu ári eina sokkauppskrift á 3 mánaða fresti frá henni sem bara svona þakklætisvott. Og mér langar að gera þá, hún skrifar alveg rosalega, það eru rosalega vel framsettar uppskriftirnar hjá henni sem er þurfa í raun að vera því hún byrjar sem hönnuður í að gera hérna leikföng og þar þurfa skrefin semst að vera mjög nákvæm í ferlinu og það skilar sér alveg í þessar einfaldari uppskriftir. Og þessa sá ég bara inn á Ravelry í gær, My Cup of Tea Socks, sótt þá og prenta út frí uppskrift líka. Já, það er alveg meira sko. Winterfrost, frí uppskrift, blúndu sokkar. Ég reyndi að gera aldrei svona franskan hæla, haldorhæla, hvað sem þetta kallast á. Ég er alltaf með hann Fizzlips Kiss Heel, stittar umferðar hælinn. Hann hentar mér betur og líka Helga hérna og er náttúrulega bara fljótgerður. Síðan er hérna Wood Nymph og það er sami hönnur og af þessum sokkum sem voru undan og þetta er líka frítt. Ótrúlega hvað svona bara lítið punt á hliðinni gerir mikið fyrir sokkinn. Það er með fallegt gatt sem vill láta njóta sín að þess að vera með eitthvað of munstrað, það er sætt að vera með bara svona smáatriði. Og síðan er eftir hérna Twas the Night Before Christmas Socks eftir Daniel York sem er hérna Danny hjá Little Bobbins á YouTube, podcastari þar. Þetta er sérst hérna fyrsta sokkauppskriftin hennar og hún kom á svona tískufyrirbrigði þar sem hérna, á aðfangadagskvöld hjá okkur, Christmas Eve hjá þeim, þá er fitjað upp á nýju sokkapari og hún er búin að gera þetta í einhver ár og í hitti fyrra þá talar hún þetta og þá kemur bara margir sem vildu taka þátt í þessu og það voru alls konar svona fræðir hjá hinum á þessum podcasturum stofnaðir þar sem það voru að tala gatnauppskriftir og alls konar og bara rosa gaman. Þetta er eiginlega eina kvöldið á árinu sem ég prjóna ekki, þannig að ég tek ekki þannig þátt í þessu og
Og þetta hefnaðist svo vel og veitti henni svona mikinn innblástur og hún bara kom út með sína einn uppskrift sem að sló í gegn fyrir þessi jól og var sérst mikið notuð í þessu hérna Christmas Eve sérst jóla sokkaprjóni. En svo er auðvitað öllum frjálst að gera það sem þeim vilja. Nú, svo var hún hérna, svo ég vísi nú enn og aftur í kollega minni í þessu, að hún Guðlaug að tala á sunnudaginn hjá sér sjölinn sín og ég hérna, eins og ég hef sagt áður hérna, þá prjóna ég yfir með að Stephen West á sínum tíma og vorum að þýða fyrir hann og þurftum að prjóna alveg bara, prjóna uppskriftina til þess að tókast þýðingin virkaði ekki og ég prjóna eiginlega yfir mig, svo finnst mér bara svona flest sjölinn ekkert rosa praktísk og hérna, þannig að ég svona eiginlega hvarf frá honum, en það eru 2 sjöl sem að hafa alltaf verið að banka í mig sem að hérna, mig langar að gera og hún var einmitt að sýna þau bæði og það var hérna Mald Magic Shawl sem að var í svona leini samprjóni hérna núna á síðast ári, ég sé það ég hef brendað þetta út af því sko, frábært. Jæja, við ræddum því og þetta er svo algjör snild í afgang og prjón og ég lofa ykkur, ég ætla ekki að kaupa nýtt garn í þetta, ég áfylgta nýju garni, ég get alveg notað það, en mér langar svolítið að nota einmitt eins og mohair mitt og gera það svolítið fríkað og æðislegt og gera þess að föstu fléttu og þess að dúska og allt þetta brjálaði og þetta er svona lag á sjali sem er alveg hægt að nota bara eins og trefil í rauninni, þetta svona, en er svona gaman til þess að hérna að nýta afgangana og þú veist, hann er með alls konar, þú veist, fólk er að nota mismunandi grófleika og ég veit ekki hvað í það, þannig að hérna, ég prenta þetta út á ensku og gera það við tækifæri. Og síðan er það hérna Vertices Unite og það finnst mér svo æðislegt líka tilhugsunin að nota í svona afgangaprjón og þetta gefi út í 2 stærðum og maður sér að þetta er mjög vinsælt í minni stærðin er svolítið notuð til þess að gera á hérna yngra fólk og jafnvel börn bara sem er alveg brill af því að þú veist, við erum alltaf með á þessum ástíma erum við oft með hérna trefla á krökkunum okkur og svona hvers vegna ekki eitthvað svona litrík og þá þetta sé ekkert akkurat endilega svaka litrík og skemmtilega sjöl á krökkunum sem að hvetja til þess að hérna vera með þetta sem verður nú ekki kalt en þetta er þetta er þessi nýju verkefni sem er nokkuð að fetja upp og ég er ekki eins og búin að telja þetta en þetta er gott betur en nýju og potið eftir að bætast í það og náttúrulega eftir að bætast í þannig einn peysa allavega og hérna og Quality Street sjálfið. Þetta er náttúrulega ekki hægt sko. En þú veist, svo kemur bara ljós hvað verður gert og svona. Það verður náttúrulega pínu viðbrigði fyrir ömmuna þegar að 3. barnabarnið verður mætt að hérna, þó ég þurfi nú ekki að prjóna mikið á hinn strákin litla, hann á aðrar ömmur sem eru prjónaóðar líka og heklóðar þannig að hann nýtir góðs á því þar en jú, svo þú veist við erum að fara í mörg ferðalög og svona og þá er bara náttúrulega gaman að hafa líka með sér verkefni í það og ég gerir ráð fyrir eins og þegar við förum í erlendis þá er ég vilt með eitthvað létt sjal á prjónunum og efni í sokkapör þannig að hérna, þá kannski gengur svolítið á þessar sokkauppskriftir sem að ég er trillst í og prentað út þarna í gær. Nú, afsakið. Þannig að sjala og sokkalöngunin sem að yfirgaf mig í fyrra er komin aftur. Guð hjálpi mér.
en þetta gott fyrir lagerinn að láta ganga og bara það að tala þetta núna, þá maður alveg fara að klæja í að byrja að gramsa bak mig og prenta náttúrulega Magic sjalið út upp á nýtt, svo ég fái það á réttu tungumáli, sko. Og fara að raða svona saman í verkefnatöðurnar, sokkagatni og svona bara sjá svo bara hvert það tekur mann. Það, þú veist, venjulega ég þannig að ef ég byrja á eitthvað þá vill ég helst klára það, en það breytist eitthvað hann í vetur. Nú hvílir það ekki eins á mér þó ég sé ekki að hamast við að klára viðkomandi verkefni eins og með peysurnar og þetta bara klárast, allt í lagi þótt að vera ekki lengur tísku og svona. Þetta þú veist, handverk alltaf fyrir mér í tísku, þannig að það alltaf bara gaman því og fyndi hvernig svona, þú veist, bara hvað maður getur orðið rosalega innblásinn af öðrum og hvað þetta getur kveikt í manni eitthvað sem maður hélt maður væri bara búin að glata. Þannig að já, svona staðan á Kjallavík í dag. Síðan talaði í síðasta þætti að mig langaði til þess að prófa að snappa á svölum sjölum og ég eiginlega komin á það að gera það og ætla þá náttúrulega að leggja áherslu á þessi sjöl sem ég á hér hjá mér og reyna að sýna ykkur hvernig ég strekki sjöl. Ég á reyndar í augnablikinu á ég ekkert sjal sem þarf að strekkja, en ég get vel gert svona samt sýningu á því hvað mér finnst mikilvægt fyrir mig. Og þetta alltaf smekksatriði, en mér langar að sýna hvernig ég gerir þetta til þess að uppskriftin og gatnið og þín vinna getur skila sér svo miklu betur ef að vandað til þessa verks. Og ég meina, það heldur ekkert bara sjálfgefið að maður viti hvernig ég gera þessa hluti. Ég bara þurfti að afla mér upplýsinga það, spurja, leita ráða hjá prjónavinkonum mínum sem að hafa verið lengur í þessu sjalaprjóni sérstaklega og alveg búin að sjá hvað þarf til þess að hjálpa sjalinu að verða enn fallegra og handverkinu manns að njóta sín enn betur eftir alla þessa vinnu sem maður búin að leggja í verkefnið. Og þannig já, ég hugsi ég geri það bara einhvern góðan daginn fljótlega og reyna að sýna ykkur þetta. Ég þarf aðeins að stúdera snappa betur hvernig hægt er að gera þetta svona eins og ég sé fyrir mér að afsaki að ég vilja hafa þetta. Ég minn eini krakkar. Og nú ef að mér finnst það ekki ganga nógu vel, þá ætla ég nú samt að snappa og tala sjölinn og mín plön og garnið mitt og hitt þetta og myndi þá bara alveg setja inn svona lítið sýningarmyndband bara á rásina hjá mér. Annars bara held ég allt komið sem að mér langaði að tala í dag og sýna ykkur og við bara já, ég hvet ykkur til þess að skrá okkur inn í hópinn hjá henni Gulu og Raverlí og gá hvort við getum ekki bara æst eitthvað ennþá meira upp í okkur að gera. En það ótrúlega gaman að fara í svona áskoranir þar sem að við getum hjálpa hvor annari eða hvor öðru og farið svolítið út fyrir þægindarammann af því að til þessi leikurinn gerður. Auðvitað rosalega þægilt að vera alltaf að gera bara eitthvað sem maður kann vel og gera vel og svoleiðis en til þess að verða enn betri þá bara líka gott að ganga skrefinu lengra í því. Nú, ég bara þakka fyrir í dag og óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnuviku og við sjáumst væntanlega að viku liðinni. Takk fyrir og bless bless.